She's beautiful like always. You also. Remember that, women, you are 100 times more beautiful than the man. Always remember that. Yes. You got 100 more chance of getting a guy than a guy getting you. Now, remember that. Yeah. Já. Undirbúin fyrir páskana, man. Að sjá. Skírdagur, já. Hérna er maður sjá. Remember one thing, everybody is created for everyone. Yes. What I think is beautiful, maybe for the next person is not beautiful. And that's how we are made. That's why that's why we are created like this. And so don't think that you don't have the man there that thinks you are the most beautiful creature on this earth. And like man, you know that the women there that you like are the most beautiful women in the world for you. And that's how God created everything. And it is not Vale. I'm waiting for my queen to come on. And it is like if you live in Africa and if you're living there, men don't like skinny women. They don't like them, and because in their eyes there is not a woman, because she doesn't have meat on her bones, and that's why they want the women to be real women and not this media thing like you're looking at some motels here, and I've been working in this motel business, and you're looking at women are like 50 kilos and they look like old women. But everybody's going to them and telling how beautiful they are. And like if you are in the industry of bodybuilding, then when you cut yourself, your body down, and you take all the fat of your body, your skin in your face is you're gonna look old.
because you're gonna lose your muscles in your face, and you're gonna look like you're 30, 40 years older than you are, and maybe you're just 25, and you're gonna look like a 60, 70-year-old woman because you ruin your face because you lost your muscles in your face. And the women goes always to you and say how beautiful you are, and because you're so skinny. This is a lie. This is not the truth. If you get too skinny and you lose your muscles in your face, and your body, your Takar. frammi, Nei, Ólífa, ekki lyfta lófum. fram, kids, my kids are here, always having fun, but they tell you that you're some beauty queen, and because you're so skinny, and that's not the truth. And of course you can have a lot of muscles and you can look good, but you have to watch out that you don't lose your muscles in your face, and you're gonna look old, and that's not beautiful. You want your woman to have hips, and you want your woman to look good, to be made to have these big hips so she can make babies, and that's a perfect woman. But women who are looking like boys with no hips, skinny like boys, that's in my opinion not a beautiful woman, because women are supposed to be made to make babies and to have a little bit big ass, big thighs, and be a woman. That's a perfect woman. But Hollywood is always teaching you something else, and they put it into your mind. It's like a Coca-Cola advertising. They are always advertising Coca-Cola, and then you think Coca-Cola is the best drink, but water is much better drink. And water is good for you, and Coca-Cola is not good for you. And most people in the world drink water, not Coca-Cola. That's the truth. And that's why I like my coffee. It's because it gives me energy. My coffee gives me energy, and I love my water. I just drink water and coffee. That's me. I eat one meal a day, and that's me. And I
because I've been doing this for so many years that I don't like food. True. True, I don't like cakes. I don't like all these sugar things. I don't like them. They go when I eat sugar. It goes bad to my body, and I feel miserable because I feel the poison of the sugar. Because sugar is a poison. Yes. Yes. There's little things we can look good. We can look good. We can have a body, but my body wants to be like this. But if I go too hard with my body, and I go too skinny with my body, I have to force myself to eat and to keep my body. My body likes to be like this, and that's why they call it a fast. What I'm on, if I eat once a day, it's called a fast. But I don't look at it as a fast. I just look at it as my eating habits, and I get the energy from I eat late at night, and before I go to bed, I use that energy to have it for the day after, and I run on coffee to get a lot of energy. I get a lot of energy through the caffeine, and caffeine cleans my body. And I take creatine, and I take baking soda for cleaning my system out, and I do little things for my body. That's me. You can do this for yourself. It's good for your body, because if you're too fat, you're gonna have problems. You're gonna have sugar disease if you eat too much sugar. I had sugar disease. I got rid of it because I was 125 kilos of muscles, and I was eating a lot of calories. I was eating over 10,000 calories a day, and that was before, and I felt miserable. I felt miserable, always forcing myself to eat. I had to eat like 6 to 8 meals a day, and to keep my muscles, and I was 8% fat and 125 kilos. So my muscles were like up to 24 inches when I was the biggest. And now I'm much lighter, and I feel much better. I had a 40-degree cancer that God helped me with, and I was supposed to die. And God showed me a way to take baking soda and stuff here, and my cancer went away. And so if you have a cancer, I've helped a lot of people here. If you have a cancer, just take 1 spoon every morning and put it in a pot with the water, heat it up, and start to stir it in the water, and in around 40, 50 degrees, then the water is gonna be crystal
clear, and it's going to be more clear than the water was before, and then you just put it in a cup and you drink it in the morning, and you drink it on empty stomach, and it's gonna clean out the whole system. And baking soda kills cancer cells, and it killed all my cancer cells, and I was supposed to be dead in 2016. Yeah. In 16, I went from 125 kilos to 68 kilos. But I had a lot of muscles to eat, so if I hadn't been so heavy, I would have died because I couldn't eat. I had cancer in my stomach. I had cancer in my what do you call breast. It's here. Já, And what is called það var tómska. ég var með krabbamein í brisi, ég var með krabbamein í vélanda, ég var með krabbamein í maga og ég var með krabbamein út allt og hérna og mér var gefið 4 til 6 mánuði eftir ólífan og þeir gáðu mér það að ef ég færi á lyf þá fengi ég lengri tíma, en ég las það allt og lærði það allt og þá sá ég það að ég var að drepa eina góða frumu og drepa eina slæmatörumu og ég var bara að hægja á ferlinu þangað til ég myndi deyja. Pancreas. Pancreas. I had in my pancreas, I had cancer og hvað heit hérna, Vélinda. Okay. Vélinda. And I had cancer in my stomach and I had cancer in my Vélinda. It's called in English called Þetta hérna, já, latneska bara. Esophageal cancer, það heitir þar esophageal. Esophageal cancer, and I had cancer all over my body. So how did you get rid of the cancer? With baking soda. Yeah. With baking soda I got rid of it. I found, God told me, one day I was here with this, I didn't tell my family about this. I just bought a ticket with my wife to enjoy life the rest of my time. I had, because my specialist doctor told me you got 4 to 6 months to live. You can live a good life like this, but you're not going to be able to eat. Because like I was in Spain, in 16 days I could only eat a half of a chicken breast. Yep. For 16 days I could just eat a half of chicken breast. And this was very hard time for me, but I'm a very I love my wife like nothing else, and so I smiled through everything and I let her feel like I was not sick, and to keep my body running I needed tests. I needed tests to run my body, to have energy, and then I put a lot of tests in my body to keep my body running, and
but you gotta understand one thing, test is test, it's not the estrogen. Estrogen is a steroid. Test is not a steroid in that way, but it's a little bit anabolic, but it's just a little. But estrogen is the steroids, and this is a misunderstanding in the steroid world that they are talking about steroid, they are talking about test. Test is good for you when you get older. When you're 35, your test starts to go low, and the women always get their test because they are going through their Menopause. menopause and eru að fara í gegnum breytingaskeiði þá fá þau testa en við karlmenn fáum ekki neitt og testin og fyrir niður ekki neitt en við fáum auðvitað ekki treatment sem við eigum að fá og sem þeir eru að gefa í dag. Now everything is changing today. That's why Joe Rogan and everybody is on what we call TRT and THT, and it's test replacement treatment and test hormone replacement. And this is given to men because they feel better. And in 1957, the test of men was 1400, and now they give you like the test is supposed to be 700, and that's wrong. It's supposed to be 1400, so you feel good. But they tell you this 700 is perfect, and people are going to the doctors and they have 200 and they are not giving them tests because they want the man to feel miserable. And this is a little thing that you need to know. And so if you are a man, get test, run it higher, and you can get tested wherever you want it. Doctors are starting to give here in Iceland tests and everywhere in the world because they know of this problem. And because when you take tests, you feel better, you're going to be happier person, and you're not going to get angry because this is not estrogen. Estrogen is a different thing. Estrogen is like in things like crazy pills we call. It's Anadrol and we call it what they call it, the crazy pill. I used to run on it. It's called halotestin. It's called the crazy pill. If you take that pill, in 3 days, you're gonna feel like an Iron Man. You're gonna get so strong. You're gonna get too strong for your body, and that's an estrogen thing. This is not a test. This is an estrogen. Because the estrogen makes your body big. It makes the muscles big. It's a little thing I wanted to let you know because we here on Grace Church, we just talk the truth, and we want you to take care of your body, and we want you to feel good. So do this. Yeah. If you are a man, take a test, and I've helped a lot of people go through this, and we take
TRT and THT, and that means we take test with hormones. That means that we are taking like a Clomid that makes your balls. That's your normal hormones that goes to your testicles, and then you're gonna be able to make babies. And then we have the other thing is it's called HCG, and that works in almost the same thing, but Clomid is better, and it works straight away. But a lot of people are doing this today because they feel better, they're younger looking, and your brain, if you take tests, your brain is going to work faster, you're going to be smarter. These are the benefits of taking tests. So there's a lot of things with tests that you get benefits out of. So don't go by judging like, you get like heart attack, your heart is gonna grow bigger. Not on test. And we have a lot of things. We have Anavar, we have a lot of stuff that don't have these side effects. But if you go to Halotest and Anadrol and all these crazy pills, then your heart is gonna grow bigger, and then you're gonna have your blood pressure is gonna go high, and then you have tren, and you're gonna go crazy, and you're gonna go on these three things I mentioned here. You're gonna go crazy beating up people, and you're gonna go mentally crazy. And so don't take these things. They're not good for you. So just take these TRT, and then you can run on these things and live a good life and a long life. A little thing I wanted to come with here, because people have been asking about how to keep your body in shape and to look good. And there are a lot of things, new things like PEPs they are started to do now. It's like B157. It's a very good thing. They legalized it in America, and they got TP 500, and they got copper. And copper gives you that makes your bone softer. It's not gonna go crispy like when you going older, and make your bones stronger, and it's make your bones a little bit softer, so it's not gonna break like some postily. So you have stronger bones, and you can get all these new things. This is like the science has gone a long way now in these things. And we got a lot of people coming here who are fat people, who are lazy people, and don't want to take care of their bodies, and they are the first one here to say that
you're doing something wrong and you're just a steroid freak or you're that freak or whatever. Yeah. And Carl and all these guys here who are listening to me, Mm. Carl Inge and all these guys here, or my friends, they know these things. Mm-hmm. They know these things. That's why they are MMA fighters and they know a lot about these things. And having a little bit what you put into your body, and there are a lot of pet things because pet things are þessi amínósýrur Ekki bara, vá, betur, af hverju er það svona tóm eitthvað? já, Er ekki ammóní bara, eins og amínósýrur er í petties. These are not steroids, nothing like this. These are natural things that you put into your body, and these are aminoacids that you put in your body, and they are very good for you. These are not tests, nothing like this. These are very good things you could. amino acids? These are amino acids. Yeah. These are amino acids that Yeah. you are putting into your body, and that you don't fall on any drug test on these things. And you can take these amino acids and they help your body, and always take creatine, because creatine helps you keep your muscles, and creatine is very good for you, and D vitamins are very good for you, and we got very many things that are coming out at making our body better, but they are coming with one thing now that is gonna come now in 2027 or 2028. They are coming with a new drug. That's a steroid thing, and if you take that steroid, and you're gonna grow, and you're gonna grow, and you're never gonna stop growing. You're gonna be 2,000 pounds of muscles, because you're gonna go as the same like the bulls. You're never gonna stop growing. So, and that means your heart is gonna grow, everything is gonna grow, and I don't know what is gonna happen. And that's the new drugs they are already made, and it's on the black market because they already made these drugs, and people can be, yeah, you can just imagine being a man walking around like 900 kilos or 2,000 pounds of muscles. And this is the science, and they already made these drugs, and these are dangerous drugs. Dangerous drugs. Já. Rúa Mýrdal er að segja I know what you're talking about, þú var bara HGH eftir 40 ára. I'm 40 years old.
Yeah, if you take HEG, is you have to have one thing about this. How is a very good project. It keeps you young. If you have a eye problem, your eyesight is going to come back because in the end of the eyes they're going to get soft and you don't need glasses. Because at one time I used for 9 months HGH and I use glasses. Had wrinkles on my eyes here, they went away. I went younger by using this for 9 months, and you have to use this for 6 months for this to work. You can get genotropin, you can get with the G, and then you can have genotropin like Sylvester Stallone was using. It's more expensive. HCGA, and this is not a drug that is cheap because this is made out of humans, and this is a very good drug. But if you have a problem, like if you have a cancer or some tumors in your body, then you cannot take this because then your tumors are gonna grow bigger. So you have to have a checkup if you're gonna go on HCGA, and don't take the drug. Go to a doctor, check if everything is fine with you and that you don't have any cancer, nothing like this. Og cell changes eða frumubreytingar. Yeah, and if there's something like in Cell changes. Yeah, if you have some cell changes in your body, Yeah. don't take them because they're gonna take them and put them 10 times to 100 times more, and they're gonna grow. And because this is a medicine that helps you with everything in your body, and if you have some bad things in your body, it's gonna help you grow that too. So you have to have a perfect body doing these things. I have a lot of experience through my coaching and you know the young kids now today, they are starting to try to get on steroids and trend is like a trend thing in the world. Everybody wants to go on trend because strong, they're gonna get angry, they're gonna get aggressive, and they think they are some Superman, and they get these influencers here talking about steroids and what is gonna happen to your brain if you take. I used to be on trend for 4 years. I was gonna kill myself, and for 4 years I took trend, and I took so much trend that no human was supposed to be able to take that much trend a day. I took 600 milligrams of
6 milliliters Yeah. of Tren every day. 4 acetate, 8 acetates 2 times a day, 4 one time, and then 4. I wake up, I took 4 milliliters. Then before training, I took 4 milliliters, and then I came home, and then I take Tren Enitate 200, and I took that uh, uh, at night time. I didn't take it every day, I took it every second day. So I was taking up to 1,000 milligrams a day of Tren. And my friend, he was just taking 1 milligram a day. For 2 months, he had to change his blood because his blood got affected, and he had to change his blood because he got blood disease. But our system is a little bit different, and that's why I could run on this for 4 years, because I got a little cut here and I have a lot of adrenaline running through my body, and that's why my kidneys are clean, and and my liver is clean. Everything in my body is clean. Because we are not built the same, and that's why I got lucky in that way. I was gonna kill myself because I had a bad time, and because I didn't wanna, because I was a believer, and so I got that. I was just gonna, I was 125 kilos of muscles, and I just wanted to train till I would go boom. And then I met my wife. I met my wife, and I met my wife. Everything started to change in my life. I didn't want to die. So this was before I got the cancer. It was not like my muscles were going away. I was not on Tren when I was still I was for a long time 125 kilos, but I stopped the Tren, and when I met her, and I stopped doing that because I didn't see the point of living, and I could not kill myself because that was against my belief, and so I had to find some other way doing it, and so I got that thing. If I take these drugs, and I'm just training, if I die from them, and my blood pressure, I still have a blood pressure problem. My blood pressure is 175. That means you have to call an ambulance if you have 160. I got normal 175. That's my normal blood pressure. And when I was on the Tren, I was 200 and something. And then you get a lot of sweat, heating problems, because I didn't sleep for many years, and you have this heat
heat sweats and you got a lot of problems. And when you're big like this, you're walking like a penguin. Walking like because you're so big you cannot move. I'm a boxer, MMA fighter, judo fighter, jiu-jitsu fighter. I love training and I love sport, but when I was getting so big, yeah, I was strong. I was good in the powerlifting, everything. I made many records there and world records and a lot of records. And I have many records and 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 but when I felt lighter, like I was just like 80 kilos, like I'm now a little bit over 80 kilos, and I'm always going from 80 to 90. I'm going somewhere always between 180 pounds to 200 pounds. I'm always rolling in that way. I'm rolling always in that way. But I used to be 270, 280 pounds. But when I was doing like bench press and doing stuff like this, I was like taking like I was taking 400 pounds in bench press, 5 times, 2 times 5. I always do 2 times 5. I always did that when I was my lightest. I was 80 doing it, 80 kilos, and I always do 2 times 5, and when I was doing 210, a little bit more than that, when I was 125, and I was going to this 500 pounds, and but I felt much stronger when I was lighter, because then I could move around faster and lighter on my feet. I was better in the MMA and jiu-jitsu and judo and boxing. Like I'm a boxing instructor and judo and stuff like this and MMA, but I was much faster, much better fighter. But when you get too big, you get slow, and people think that when they are bigger, they are stronger and they are better fighters. No, they are not better fighters. They are slow and they are much worse fighters. They cannot fight because they cannot move, and that's the truth. And you know that, guys. You know that, guys. You know that. I have a lot of guys here who are in these fields, like in MMA and stuff like this. I got a lot of them here. They know these things because we have to have when we train for explosion, not taking bench press. We need to have the barbells, because when you push like this, then it holds. Like in bench press, you hold it and you're strict, but your arms always wants to go together. Same like your boxing. Like Muhammad Ali, he taught you to do this. That's the wrong way to do this in boxing,
because you're going to be slower doing this. But they tell you that you are saving your defense here. But if I do like this, I still have the same defense. And if you're grabbing a glass, you're faster doing this than doing this. Different between doing this and this. You're much faster doing this. So punch like this. That's why you see the boxers like Muhammad Ali when he was boxing, he's boxing like this, not like this. This is slower, this is faster. This is more power, this is not more power. And it comes from the hips, from the leg, all the way down from the leg to the hips, and you boom. That's why punch like this. That's how I teach my guys through boxing. That we call a Mexican style. Mexican style of boxing. That's why Mexican have most of the champions. Julio Chavez, 106 fights and 100 wins. And Floyd Mayweather doesn't come near that. He's just picking out some old fighters to fill out some 50 fights. But he was not in the heavyweights. This is just some YouTube stars. Yeah. Not real fighters. Not like Mike Tyson and the real. When they were young, they were real and they were great fighters like George Foreman, big giant and a very hard puncher. And we can mention more here, guys. Like you have your, all of us have our favorites. MMA changed the fighting styles and they put a lot of rules in it. When I was starting in 19, when I saw Hickson Gracie, Hickson Gracie is my teacher, and Petro Sauer, and in the Gracie teaching, and I've been in Brazil in the Gracie Academy and been there learning from these masters. And when you go there, you feel like you're a 5-year-old. You can be strong. Like they always said, Icelandic are very strong. Very strong. Yeah. He's got arms of an iron. And I'm an Icelandic champion. I was training for a world championship in arm wrestling, and I've never been taken in arm wrestling. I had a little accident here, and because of jiu-jitsu, but didn't matter. I still have this. But they tried from Georgia, the guys from Georgia, the best guys from Georgia have tried me here, and I have a lot of champions. I've been around the world competing in championships. I won them all. And that's the truth. Yeah. That's why God tells you, you never have to remember your truth, but you have to remember your lies. The truth of the truth. Like my wife knows, I take one finger
I let people compete against one finger, and they cannot win this one finger. Yeah. I see. Yeah. Have you seen? You see, Yeah. 150 kilo guys, and they Yeah. cannot take this one finger and put it down. Yep. Just whining. And that's the truth. Yeah. Like I go in countries, I put up 500 euros on the table and I invite people to come, and all the doormen and all the big guys come there to try to take the 500 euros. If they can win me, they can have the 500 euros, but I'm practicing myself. And then I take 50 to 100 arm wrestling at a time, and when I feel because your acid is gonna come to your muscle, depends on how hard the guys are, and then after about 50 to 100 arm wrestling, you feel you're getting tired, and you just stop. Because then they are not gonna get your power. So, and this is a little story about me. Yeah. And I'm the Icelandic champion in arm wrestling. Yes. Romilda, I love you guys. You are beautiful. You're real. That is something that is missing from the world. Ábyggilega, ég elska þig. Many people today. I hope I can meet you one day just to shake your hand and say takk fyrir þín orð. Sagði Romilda. Ok. Já, ég elska ykkur öll og Já. eins og munið, við erum öll sterk á okkar hátt. Já. Við erum öll sterk á okkar hátt og það er það sem Guð gaf okkur, að hann gerði okkur öll sterk á okkar hátt. Já. Við erum öll með einhverja náðagáfu sem einhver annar hefur ekki. Sem enginn á sens í okkur. Og þú getur verið mikið sterkari en ég á einhverju sviði, þó ég sé eitthvað ægilega handsterkur, að þá getur við verið sterkari en ég á einhverju öðru sviði. Og það er bara þannig. Sem eru mjög sterkur í löpum og annað, og ég mjög sterkur í baki og átti þar af leiðandi heilsmyndir í efradöfti og ýmislega öðru. Og setti ég heilsmynd og annað. Og ég á hér á vídeó sem tekin yfir völdklass hér 700 kíló. Já, verið. Þetta er til á vídeó. Og Gunnar Ársæls og fleiri þeir vita orðu margir á þetta og voru mjög hissa. 700 kíló það voru. Og þetta hefur engin lyft neitt maður hér og jörðu. And I 700 kilos, that's it's about 1,000 pounds, it's 250, that's 1,000, that's 50, it's almost 1,600 pounds. 1,600 pounds I lifted. And I got it on video. I did it here in world class. Because it doesn't mean the guys who are competing on these world games in these strongest men. I know Hafþór. Hafþór is very strong. He's a friend of mine. And
he's a very strong guy. He's a very strong guy. I know his family. I love his family. And it's hard to train like him. Always going training and being a professional like him. Mhm. This is a hard job to do. And, and but he puts his family number one, and he sacrificed himself from bringing food to the table of his family. So don't misunderstand this like that he is doing this because he's supposed to stop this and that, this and this. But Hafthor has a big gold heart, and he's doing it for his whole family. He's doing it for his dad, he's doing it for his mom, he's doing it for the kids, his wife. He's doing it for his whole family, and he puts himself in second place because he's sacrificing himself to put a food on the table for his family. And there's a lot of sacrifice he has to do for this. And I love Hafthor, and Björsi is dead. I love him. He's the same age as me. And this is very hard to do. And a lot of people telling him to stop, but you need to get food on your table, and then you have to sacrifice. And he puts his family first, and then he put himself in second place, and then he's sacrificing himself to get the best things for his family. Yes. And I admire that he put himself in second place. And he does everything for the family because he loves his family and he wants the best for his family. And remember that because God put you in first place, and he just goes under you and he helps you. That means God doesn't put himself in the first place, he puts you in the first place. And he is in the second place because he is serving you. The same thing like he teaches you, the man is supposed to go under the woman and serve the woman and build her up to get respect for you and take care of the children with you, and you serve your children, and that's the same thing Hafthor is doing. Yes. He's serving his family like God is serving you. Yes. And people always have their opinions about that, but Hafthor doesn't want to drive a Skoda, and he wants to live life and let the family enjoy things when they can, because he doesn't know when his time is up, and maybe God wants him to live 120 years on this earth. Yeah. Who knows? Who Who knows? knows? Who knows? There's no time limit on that.
God is good. God is good. God takes care of everybody. And that's why people sacrifice themselves doing things. It's not like they are always doing something for their egos. It's not like that. It's not an ego trip. If it was an ego trip, Hafthor would be lifting a lot more. That's why he's taking it slowly up, because he's just making money for the family. And by that, he's got a gold heart. Be and always, man, be like this. And remember this. Yeah. Put yourself in the second place. Go under the woman and build your woman up. And then your woman is gonna please you and you're gonna feel good. Then you're gonna feel like a king. Because God is gonna bless you. In Jesus' name. Amen. Amen. And hvað vorum við komin í Opinberunarbókina? 5. kafla. Yeah, we are now we are in Revelation chapter 5. Blessaði vinur, sætlar ekki menn. Alltaf gaman að vera ekki hérna. Það er ekki alltaf minn stuðningsmaður. Ég hringi það eftir ekki menn. Já, ég hringi það eftir, ég er í útsendingu. Ég hringi það eftir, elsku ekki menn. Hérna. We are in Revelation of in John, and we are so Jos taka Afrika þetta. ekki myndlast og Okay. wait a minute, just turn off the phone. Alrighty. Alrighty. And I got a lot of good friends like these. Strong guys like Ingvar, Joel, Valdeburtus. Ég þekkti þig þegar þú átti vídeoleguna. Þessi reynd. Já. Ég veit ekki nafnið. Yeah. I used to own a lot of video stores. I used to own strip clubs. I used to own houses I don't want to mention. I used to own a lot of things. I used to be sleeping in cars, and I was in gangster things. Club things and stuff. A lot of things I was in. I've been around with my brothers all around the world, and a lot of my brothers, they have turned to God. And we were in the clubs and we have turned to God, and we are with God today, and we are preachers here together, spreading the gospel, preaching it in the right way. There is no judgment. There are no obligations to be Christian. And there is no cult here when we are spreading the word around. Amen. Amen. We are not in these cold things, No. doing wrong things, like Luther taking things out of the Bible and doing things that is not allowed, because there are no prophets after Jesus.
changing the things. No. That's why I always go to the beginning of history, and history tells the stories. And that's why it's very good always to go to Egypt, because there's everything carved in stone if you want to get the history right. Okay, hérna. Like always here on Og Ronja segir knús til ykkar. Já, elsku þig Ronja, knús þig baka. á túsund baka Ronja minn, elsku þig. Já. Elsku þig. A lot of friends here on. And like always here on Grace Church, Yeah. we are gonna start this. Hey, you're not in here. Nei, ég er að borða kvöldmatinn eftir vinnu. Ok. Can you put it aside a little bit so we can finish? Já. Finish. Ok, byrja. Ha? Já. Já. This. I'm asking my wife to, so we can Put my meal finish. to... Sorry. I like to talk a little bit because we are human and we need to know, get a little bit like a normal talk here. We need normal talk. Not being too serious about everything, because life is life, and I'm not perfect, and so why do you have this on? I think to turn Það var... this. Ok. Because we need to talk a little bit, like you can have questions here when I'm talking like this. You can have a questions to me if you're struggling with something, or there's something here, and then I will try to answer you. And I like that because we are just normal human beings and trying to do the right things in life. And like God says, there are no good men, and never look up to the man, because when the man falls, you're gonna fall with him. And that's why don't look up to the man. So don't look up to me. If I do mistakes, I fall, and that might bring you down with me. And God doesn't want that. No. That's why always look up to God. Yeah. God is number one. Yes. In Jesus' name, amen. 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 And now we are going to start this with a little prayer on this wonderful, wonderful, wonderful Thursday. Yeah. En við ætlum að byrja þetta á litli bæn og yndislega 50 og allir segja Amen. Amen. Já, elsku Jesús, við leggjum þessu stund í þínar hendur, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið svo blessir varir okkar saka og gefur okkur frið í huga okkar, í hjarta okkar, Drottinn minn, og blessir okkur öll bara í Jesú heilaga nafni, amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í náðuna, við ætlum að lyfta upp name up to grace, við ætlum að lyfta upp Magnúsi, Guðmundi, Ólafi, Valgarði, Húberti, Karli, Þorleifi, Valgerði, Valdísi, Gunnari, Ingva, Ásdísi, Erlu, Sigurbjörgu, Helga, Örvari, Steindóri, Betani, Sindra, Hafliða, Árna, Jóni, Enid,
Nei, Svavari og Svövu, já, Ronju, Guðbjörgu, Benna og Ragnhæði. Og Jesú Elvis, nafna og menn. Elvis. Og Elvis. Elvis. Jesú nafna menn. Jesu nafni, amen. We call him Elvis, his name is Christian. Yes. Amen. Og líka hérna Stjána Píp og en Stjána Píp en Gummi. Og Gumma, já. Jesú nafna menn. Jesu nafni, amen. And like... Og Ragnari. And Ragnar. Yes. The good thing about my friend, he got the nickname Elvis because he looked like Elvis. And he beautiful like Elvis. And that's Christian. Yeah. The women love him. Yeah. The women love him because he looks like Elvis. Yeah. Og núna ætla ég að byrja að lesa hér í Opinberubókinni í 5. kafla og njótið orðana og verði þetta blessun til ykkar eins og okkar. Í hægri hendi hans í hásætinu satt sá ég bók skrifað innan og utan, innsiglaða 7 innsiglum. Og ég sá sterkan engill sem kallaði hárri röddu. Hver mannlegur að ljúka upp bókinu og leysa innsigli hennar? En enginn var sá á himni eða jörðu eða undir jörðinni sem lokið gæti upp bókinni og litið í hana og grét stórum af því að enginn reyndist maklegur að ljúka upp bókinu og líta í hana. En einn af öldungunum segir við mig, grát þú eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af Júdu ættfýll rótkvistur Davís, hann getur lokið upp bókinu og innsiglum hennar 7. Það sá ég fyrir miðju hásætinu og fyrir verunum 4 og öldungunum lamb standa með Hvað stendur þetta? Hásætinu fyrir verunum 4 og öldungunum lamb standa sem bónunum vægi, það hafði 7 horn og 7 sjöunga og eiga það 7 andar Guðs sendir alla jörðina og það kom og tók við bókinu úr hægri hendi hans hásæti satt. Þegar það hafði tekið við henni fréttu verurnar 4 og öldungarnir 24 niður frammi fyrir lampinu. Þeir höfðu hver sig hörpu guldskálar fullar af reykjelsi. Það eru bænir hennar heilugu, þeir syngja nýjan söng, verður ert þú að taka við bókinni og ljúka upp innsiglum hennar, því að þér var slátrað og þú keyptir menn Guði til handa með blóði þínu. Það sérhverri kyn, kvísl og tungu, líð og þjóð og þú gjörði þá Guði vonum til handa konungsríki og prestum og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu í hringinn í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000, 10.000 og 1.000 þúsunda
Þeir sögðu hárri röddu. Makalegt lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkidóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjöf og allt skapað sem á himni og jörðu og undir jörðinni á hafinu allt sem í þeim heyrði ég segja. Honum sé hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn og dýrðin og kraftur aldir alda og verurnar fjórar sögðu amen og öldungandi féllu frammi og veittu lotningu. Fyrirgefið þetta að Biblía mín hún mikið lesin og það svona Blörraði stafirnir? Blörraði stafirnir hjá mér aðeins. Já. It's a little bit when I'm reading here I've been reading my Bible so much that the letters are starting to fade away. Yeah. And now my wife is gonna read the chapter 6. Yeah. Og ég sá lambið lauk upp einu af innsiglunum 7 og ég heyrði eina af verunum 4 segja eins og með verunum 4 segja eins og með þrumuraust kom og ég sá og sjá hvítur hestur og sá sem á honum sat hafði boga og honum var fengin kóróna og hann fór út siglandi til þess að sigra. Þegar lambið lauk upp öðru innsiglinu heyrði ég aðra veruna segja kom og út gekk annar hestur rauður og þeim sem á honum sat var gefið vald að taka burt friðinn af jörðinni svo að menn brytjuðu hverjir aðra og honum var fengin sverð mikið. Þegar lambið lauk upp þriðja innsiglinu heyrði ég þriðju veruna segja kom og ég sá og sjá svartur hestur og sá á honum sat hafði vog í hendi sér og mitt á meðal veruna 4 heyrði ég eins konar rödd sagði mælir hveitis fyrir daglaun og 3 mæla byggs fyrir daglaun en eigi skalt þú spilla olíunni og vínunu. Þegar lambið lauk upp 4. innsiglinu heyrði ég rödd 4. verunar sagði kom og ég sá og sjá bleikur hestur og sá á honum sat hann hét dauði og hel var í för með honum. Þeim var gefið vald yfir 4. hluta jarðarinnar til þess að deyða með sverði, með hungri og drepsótt og láta menn farast fyrir villdýrum jarðarinnar. Þegar lambið lauk upp 5. innsiglinu sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið fyrir saki Guðs orð og fyrir saki vitnisburðarins sem þeir höfðu og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu hversu lengi ætlar þú, Herra, þú heilagi og sanni að draga það að dæma og hefna blóðsvors og byggjendum jarðarinnar. Og þeim var fengin hverjum og einum hvít skikkja og þeim var sagt að þeir skyldu enn hvílast litla hríð þangað til samþjóna þeirra og bræður þeirra sem áttu að deyðast eins og sjálfur þeir einnig fylltu töluna. Og ég sá lambið lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin varð svört sem hærusekkur og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungur jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans, sem í hásætinu situr, og fyrir reiði lambsins, því að
Kominn dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Everybody say amen on this beautiful Thursday. Amen. We say amen on sem yndislega fimmtudegi. Amen. Amen. And now we are going to go to the next chapter here on Grace Church Daily Prayer. Yeah. If you haven't received God into your heart, then God promised to come into your heart. You don't have to go to water or Revelation a swimming pool or something like that to 5. get baptized to get the Holy Spirit. Yeah. So the Spirit that comes into you when you get saved and you confess with your mouth the Father and the Son and the Holy Spirit is gonna come into your heart. Yes. That's the Spirit that comes into your heart. Yeah. And that you can read in Acts. But man is always trying to tell you something else. Og ef þú hefur ekki, ég ætla ekki að segja svo því að fara hér með frelsismenn og hefur ekki tekið við Guð í lífið þitt þá lofar Guð að koma inn í hjartað þitt og Amen. það er Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi og það er andinn sem kemur inn í þig og þú þarft ekki að fara í einhverja laug eða í eitthvað svoleiðis til þess að fá heilagan anda. Nei, það er heilagur andi sem kemur inn í þig. Það er engin annar andi sem kemur. Og þetta er bara eins og kemur fram í Póstulasögunni að andinn kemur inn í þig þar. Annars veit ég ekki hvaða andi er að koma inn í þig. En maðurinn er alltaf að reyna að segja eitthvað annað en þetta gerðu lærisveinarnir og þeir lögðu hendur yfir fólk og þeir gengu út og þeir töluðu tungum og þannig var það og þannig er það í ritningunni. En þeir þurftu ekkert að fara í vatn. En þér er alveg velkomið að fara í vatnið og ef þér hafið ekki næga trú eða verður þannig að þið viljið gera það eins og sumir gera eins og ég auðvitað var baptist og ég fór þessa leið. Ég tók þessa ákvörðun að ég fór í laugina og ég skýrðist í lauginni og ég fór þá leið og svo þetta Guð sýndi mér að þetta var nú ekki alveg svona og sem kemur fram í orðinu og en við svona við svona sýnum fram á það hér að það er ekkert að því að gera þetta og þetta er svona þegar þú tekur þessa ákvörðun að Valey Já, betur maður að koma heim. En ef þig langar að taka þessa ákvörðun að Ekki þetta? já, ég ætla að fara þetta. Já, amen. Ég ætla að gera þetta ef þú vilt taka það ákvörðun að fara í skírn og gera það fyrir sjálfa þig og
við lítum á þetta sem svona kristni menn að það er ekkert að því að gera þetta, að þetta er svona eins og við kristni menn, við lítum á þetta svona meira svona staðfestingu á því að þú sért að játa frammi fyrir mönnum að þú sért kristinn og þú ætlar að ganga veginn með honum og þá ferðu og skýrist og það er bara fallegt að gera það þannig. Við erum, eins og við segjum, við erum ekki hér að dæma. Við dæmum ekki hvernig þú tekur trúna þína því trúin er þín og hérna verðið af trú þinni. Amen. Amen, amen. Er þetta ekki líka bara tákgrænt svona fyrir suma eða? Jú, annars ég var að segja, þetta er svona tákgrænt. Já, amen. We are gonna have that. We're gonna go to that, and first we are gonna play this in King James 16:11 for you, the chapter that we wrote. Yes. So, við vitum því Íslendingar skilji íslensku og það er að næsta skref sem við förum í hér. Það er French Bunny. Amen. Spila. Spila. Forsøket. Hvað? Svo. Hvað? Sorry. Always something. Always something. Yeah. Wow. Ha. Svo neðar. Ha. Svo neðar. Neðar. Já. Neðar. Okay. Spillingar. Revelation 5. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing.
and every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb, for ever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever. Amen. Revelation 6. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering, and to conquer. And when he had opened the 2nd seal, I heard the 2nd beast say, Come and see. And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. And when he had opened the 3rd seal, I heard the 3rd beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And power was given unto them over the 4th part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled. And I beheld when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it was rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? I Jesu nafni, amen. Everybody say amen on this Amen. beautiful Thursday. Amen. Amen on this middle Fimmtudag. Amen, amen, amen. Ég ætla And now we are gonna go to Salvation. the salvation prayer. Hallelujah. Hallelujah. Og ég bið ykkur hér að taka þessa ákvörðun að hafa þessi orð eftir mér og þið getið haldið þessu alveg fyrir ykkur sjálf að það eru engar skuldbindingar fyrir því að vera kristinn maður og þið getið hafið þetta bara fyrir ykkur og hérna en þá öðlist þið það að þið getið tala við Guð og Guð getur blessa lífi ykkar og þið getið átt samfélag við hann
hann mun blessa ykkur og þetta hans lofvörð til ykkar og það í gegnum þessi orð. Amen. Ef þið trúið að Jesú Kristur hafi farið upp krossinn og hann hafi dáið fyrir syndir ykkar allra manna, Já. Því risu menn hér upp úr gröfum Já. sem voru frelsaðir. Þeir risu hér upp úr gröfum og þeir gengu í jörðina. Því hann dó fyrir allt mannkynið og hann frelsaði allt mannkynið, ekki bara þá sem trúa. Hann dó fyrir okkur alla. Við erum ekkert spes út af því að við trúum. Að eina sem við fáum er það að við fáum blessanir hans því við trúum. Því engin maður er meir en annar maður. Og þannig er það. Og Guð elskar okkur öll jafn mikið. Og hann veit að við gerum mistök í okkar lífum og við lifum ekki á njánum. Nei. Eða tíma í það að vera að biðja fyrirgefningar fyrir hverja einustu slæmu hugsun sem kemur í huga okkar og þannig virkar það bara ekki og hann fyrirgaf okkur eitt skipti fyrir öll. Og það er fagnaðarendi og það er páskahelgin sem við erum að ganga í gegnum hér. Það er þegar hann lauk verkinu og það er fagnaðarendið. Þá leysti hann okkur undan öllu. Þá leysti hann allt mannkynið undan lögmálinu og lét náðina sem við lifum undir í dag. Ekki síðasta kvöldmáltíðin, hún er núna, eða þú veist. Já, síðasta kvöldmáltíðin er núna. Því sagði hann við alla póstununa að þið munu allir vera í himnaríki með mér. Amen. Hann sagði ekki að Júdas sem fór og seldi hann fyrir 30 silfurpeninga. Hann sagði það ekki að Júdas væri ekki með honum upp á himnaríki, þá hafði hann ekki sagt að munu allir vera með mér í himnaríki. Og þetta stendur í orðinu. Já. Alveg eins og Pétur afneitaði Guði þrisvar þangað til haninn galaði. Og ef það hefði verið þannig þá hefði Pétur ekki heldur átt að fara til himnaríkis og það er bara ekki svoleiðis. Nei, alls ekki. Það eru allir sem fara þangað. Með spurningu frá einum hérna á YouTube. Hello, why in Lucas chapter 9 verse 26 mention the Father, the Son and the Holy Angels, not the Holy Spirit? The holy angels, the angels are holy and they are the son of God and they are his angels, like Lucifer was the light angel, Michael was a light angel, Gabriel was a light angel, and because they had a free will and they wanted to rule over mankind that God created, and they turned against God, but he loves his children, and that's angels.
And that's why God sent his angels to talk to us, and maybe you have an angel at your house Amen. and you don't know that it's an angel, Yeah. and that's from God. And, Já. and Og svo Örvar Mýrdal. Já. Ég veit og séð alvöru djöfla, yfirnáttúrulega og illa, en ég þekki líka til engla sem hafa mér bjargað og aldrei sagt til nafns. Ég trúi en ég efast að við eigum það skilið. Já, sko, málið er það að okkur var gefinn frjáls vilji og það er okkar djöfull. Það er þessi frjálsi vilji, alveg eins og Eva tók bita af ávöxtunum og út af því hún hafði frjálsan vilja til þess að taka bita af ávöxtunum, af skilningstrénu. Og Adam auðvitað elskaði konuna sína og gerði það sama og Guð gerir, að hann yfirgefur ekki barnið sitt og Adam er ekki að fara að yfirgefa konuna sína, svo hann tók bita af ávöxtunum til þess að fylgja konunni sinni. Og það hefur alltaf verið frjáls vilji sem að þessar kúltúrkirkjur eru að kenna hér, að það hefur ekki verið frjáls vilji frá byrjun, sem við lesum í orðinu að frjáls vilji hefur alltaf verið. Annars hefði Eva ekki getað tekið bita af ávöxtunum. Það er ekki epli, það er ávöxtur. Og einnig að þegar að Job var að eiga við Guð, að þá var hann að eiga við Lúsífer, og Lúsífer var að fá englana á móti Guði að segja það að maðurinn væri ekki hinn pottþétta sköpun sem Guð sagði að maðurinn væri, og það að ef hann myndi taka eigur Jobs af honum, að þá myndi Job snúast gegn Guði. Svo Guð tók eignir Jobs af honum og Job var Bíðu aðeins. Valey. Ég er að koma. Já, svo Guð tók eigur Jobs af honum, því Lúsífer sagði að hann myndi snúast gegn Guði, og Guð tók eigur Jobs af honum, og Lúsífer ætlaði að sýna fram á það að hinum Stopp, við erum að klára. Og hann tók eignirnar af Job og hélt þar að leiðandi að Job myndi snúast gegn Guði, en Job auðvitað sannur kristinn maður og vissi það að allt sem hann hafði var frá Guði, og snerist á ekki gegn Guði, og síðan hélt Lúsífer áfram og bað að taka meira af
Jobb og þangað til hann fór það langt að hann lét Guð taka konuna og börnin af Jobb til þess að sýna fram á það að ef hann tæki börnin hans og konuna hans í burtu að þá myndi hann snúast gegn Guði. Guð tók konuna hans og börnin hans í burtu frá Jobb, en Jobb vissi í hjarta sínu að Guð hafði konuna sína og börnin hjá sér. Og svo hann snerist ekki gegn Guði en átti svolítið erfitt með að skilja út af hverju Guð var að gera sér þetta því hann var mannlegur og spurði þetta Guð hvað var í gangi út af hverju hvað var að ske og hann glímdi við Guð og en trúin hans fór ekki neitt og svo fór það langt að Lúsifer ætlaði að biðja Guð að taka líf Jobbs í burtu og það var of langt út af því að ég meina þá var ekkert að sanna, ég meina þá var hann búinn að taka Jobbs í burtu en hann var búinn að taka allt af Jobb en þarna sannaði hann fyrir englunum að Jobb stóð fyrir allt mannkynið því Jobb einn mesti vitnisburður og stóðst fyrir mannkynið okkur allar þessar freistingar sem voru lagðar fyrir hann til þess að snúast gegn Guði að hann snerist ekki gegn Guði og því að hann vissi að konan sín og börnin sín voru hjá Guði og allt var hjá Guði og hann treysti Guði 100% og Guð lét hann síðan fá eignirnar. Hann fekk aðra konu og önnur börn en það eru ekki sama konan hans auðvitað og þetta eru ekki sömu börnin hans. En hann vissi að hann átti konuna fyrrverandi upp í himnaríki sem var að bíða hans og börnin hans voru þar og þar með vann Guð englana á sitt band því Jobb stóð fyrir mannkynið og fyrir okkur mennina til þess að sýna það að Guð á allt, Guð allt og Guð tekur ekkert af þér þó að það sé ekki veralegt hér en þá hann að geyma það þarna fyrir þig. Amen. Og þetta vissi Jobb og snerist hann ekki gegn Guði og Lúsifer tapaði þessari viðureign sem hann skoraði á Guð og Jobb maðurinn sem stóð fyrir mannkynið, okkur mennina, að sýna að við værum
hinn fullkomna sköpun sköpuð í hans mynd með sama hugafar og Guð og það hafði Jobb Já. og því valdi Guð Jobb í þetta hlutverk að sýna englunum og Lúsífer að það væri hér maður sem treysti Guð 100% og þetta er mesti Guðsmaður í sögu Biblíunnar þannig inn að hann stóð fyrir mannkynið og þetta var erfið saga fyrst þegar ég las hana út af því að ég missti þarna setningu úr sem út af því mér var kennt hérna af þegar ég var í baptist að þetta var mér ekki sýnt og fyrir en ég fór sjálfur eftir að ég var búinn að taka baptist, evangelist og grace og svo fór ég að kryfja orðið og þá sé ég þessa setningu að að Lúsífer hafi verið að gera þetta og þá fekk ég fullan skilning á þessu þar sem að Jobb hafi staðið fyrir okkur mennina og hann er eins og maður segir það er bara eins og hann var maðurinn sem stóð fyrir mannkynið og sannaði það að við værum hinn fullkomna sköpun en auðvitað í englinu sem var ekki hinn fullkomna sköpun þar sem hann var að ráðast á Guð, englarnir, að þeir voru ekki þessi fullkomna sköpun eins og Jobb sem var maðurinn og þannig er það og þarna lesum við þetta í Jobb og þið getið lesið þetta og þetta er setningarna sem að þið megi ekki missa af í Jobb þegar þið lesið Jobb. Þá megi ekki missa þessa tengingu þegar að Lúsífer er með alla englana sem vitnisburði þarna til þess að vera að reyna að vinna englana gegn Guði því að reglur Guðs voru þannig að ef ljósengill gæti sýnt fram á að Guð hefði rangt fyrir sér að þá gæti ljósengillinn tekið við hásæti Guðs og þetta er tekið fram í orðinu í Jesú nafni, amen. Smá biblíukensla. Svo segir Örvar, í eyðimörkinni varð ansi súr því Jesús tók ekki við hans siðleysi og veraldleg gæði sem hans trú. Já, en þið verðið að skilja eitt hérna þegar Kristur labbar eyðimörkina að þá fattar ekki Lúsífer að hann er að tala við Guð. Þetta er nefnilega misskilningurinn. Hann er að tala við Guð og engin mannlegur maður getur gengið í eyðimörk án vatns og
án alls í 40 daga nema hann sé Guð. Og hann var að tala við Guð. En verkið var ekki fullkomnað og Nei. hann gat ekki sýnt það fyrir en eftir krossfestinguna að hann væri Guð. En þetta Luther og allar þessar þegar ég gerði 1054 þá splittum við Guð í 3 parta en það var ekki þannig að það var bara einn Guð, Faðir, Sonur og heilagur andi, einn Guð. Og maðurinn reyndi að breyta þessu og reyna að gera Jesú Krist að manni en Guð auðvitað í sinni mynd ljós og þá varð hann að koma í mannslíkam hér niður svo við getum horft á hann. Því að ásjóna hans var það mikil að hún var bara eins og sólin að hún hefði brennt okkur og eytt okkur og því kom hann í mannslíkama hér niður og gekk jörðina eins og tekið fram í Jesaja. Nafnið hans Immanuel, Guð með oss. Já. Og Jesaja spámaður tekur það fram. Út af því tekur Gabriel enginn fram við Jósef. Nafn hans á að vera Immanuel, Já. sem þýðir Guð með oss, en svo átti maðurinn við eitthvað og segir síðan hann var skírður Jesú og það var rétt. Nei, það ekki rétt þar sem hann átti að heita Immanuel. Já. Og svo segir hann að Gabriel hafi farið til Maríu mey og sagt að hann átti að heita Jesú við Maríu mey. Þarna sjáum við að maðurinn búinn að eiga við en þú getur farið í eldri rit og þá sérðu það að það Immanuel. Guð með oss og þegar að Jesú Kristur fór í vatnið hjá Jóhannes skírara að þá var hann að fara í vatnið til að sýna fram á það var ekkert rangt þar sem að Jóhannes skírari var að gera því að fólk hafði ekki efni á því að vera með eiga lamb til slátrunar og því gat fólk farið í vatnið og í syndalaust á syndum sínum. Og Guð fór þar til að sýna fram á það að þetta var rétt það sem Jóhannes var að gera, að þú þyrftir ekki að fórna neinu til að fá syndar aflausn. Og svona hlutirnir en fólk vil reyna að skýra þetta einhvern veginn öðruvísi, en þetta kemur bara skilmerkilega fram í orðinu en fólk vil breyta þessu og því alltaf sagt, þess að Guð segir passið ykkur á mönnunum og við erum að lesa hérna Luther biblíur og Luther hafði ekki leyfi til að breyta neinu hér. Alveg eins og þeir höfðu ekki leyfi árið 1054 katólska kirkjan og orthodox að breyta hér Guði í 3 parta því þetta einn Guð og það var samþykkt í byrjun og orthodox kirkjan byrjunin á kirkjunni 100 og síðan gerðu þeir það með katólíkum 300 og eitthvað og gerðu Nýja testamentið og
og þá voru dómaríkbækurnar og allt það og allt var hér heilagt Já. og heilagt í biblíunni og síðan héldu þeir ráð aftur fund 570 eftir Krist og þá var öll ritin sem voru þar með dómaríkbækunum og það var allt samþykkt þar. Það mátti ekki breyta neinu hér. Síðan gerðu það aftur 870 og það mátti ekki breyta neinu þar. En síðan 1054 þá fara þeir og splitta hann í 3 parta og fara að breyta þarna þegar við voru í krossferðunum sínum þarna á þessum tíma og maðurinn að reyna að hafa sín völd á sín pólitíska hátt og breyta og svo kom Luther hinn öfgamunki og sagði það að þessi rit voru ekki guðleg og Nei. eins og Jesú Kristur Guð kom fram það mun engin spámaður koma eftir mig og það má ekki breyta neinu hér. Nei. Og það búið að breyta. Það var breyta 1800 eitthvað, mjög mikið 1800 eitthvað og síðan kom Scofield-biblían sem var gerð af gyðingum 1917 og með öllum þýðingunum fyrir neðan og hvað þýddi hvað og við notum það í dag og við erum undir áhrifum gyðinga alveg svo ég nefndi hérna fram í byrjun að Biblían var skrifuð Nýja testamentið og allt þetta var allt skrifað á grísku og þetta var skrifað af gyðingum. Já. Og þannig hafði söguna Já. en þetta var ekki skrifað af kristnum mönnum út af því að svo segjar að þetta hafi verið skrifað síðan á latínu árið 500 og eitthvað af Augustínus og þetta bara fer ekki saman við að keisarinn í Róm hafi verið að skrifa biblíuna á grísku þar sem töluð latína. Nei, vá. Nei, það fer bara ekki saman, það bara sama og við ætlum að fara að skrifa hérna biblíuna hérna og ég íslenskur kóngur og þá vil ég hafa hann á íslensku fyrir mig til þess að lesa en ég fer ekki að skrifa hana á spænsku eða grísku, nei ég skrifa hana á íslensku. Já. Og þetta sjá allir sem eru með greindarvísitölu að hér búið að eiga við og snúa við að þeir hafa auðvitað skrifað biblíuna á latínu í byrjun en ekki á grísku. Nei. Og að gríska var töluð í löndum en gríska kemur auðvitað frá Alexander mikla og Rómverjar réðu öllu og Rómverjar skrifaðu þetta allt á sínu tungumáli. Já. Og ekki láta blekkjast á því. Svo ein spurning frá Örvar Mýrdal. Já. Þú talar mikið þetta. Það gaman fyrir hann að heyra þetta. Mér langar svo mikið að vita týnda tíma Jesú frá því að hann var barn og var að tala við menn í heilaga staðnum og þar til hann mætti Jerúsalem. Það vantar alveg 20 ár í biblíunni. Hvar var hann?
Þetta alveg sem þú tala mikið um. Já, þarna kemur inn í Tómasar Guðspjall og ef þú lest, þetta eru bækurnar sem þú átt að lesa. Þetta er í Tómasar Guðspjalli og þú getur farið í allar þessar bækur sem eru Dóminíkbækurnar og þá kemur þetta allt fram. Já. Og í upphafi Biblíunnar og hérna þá færðu útskýringar á þessu alveg eins og með bróðir hans, það var verið James bróðir hans sem var bitinn af snák og Jesú læknaði hann og þeir voru krakkar og einnig hann var 12 ára gamall ef við erum að tala um kraftaverk hérna, að þá er það kraftaverk að 12 ára barn er í húsi Guðs að kenna rabbi honum Guðs. Já. Og eins og foreldrar hans fundu hann þar að vera predika Guðs orð og þar kemur það fram og þetta var hann 12 ára og hvað erum við að tala um kraftaverk. Þetta er kraftaverk. Já, og svo vil ég bara nota þarna út af því að Móse hafði breytt vatninu í blóð og svo átti að vera fyrsta kraftaverki á Jesú og það átti að hafa breytt vínun í brúðkaupinu og átti að hafa breytt vatninu í vín til þess að hafa það í samræmi við Móse að breytt vatninu í blóð. En þetta, Jesú var búinn að gera kraftaverk og átt á undan því eins og að vera predika fyrir rabbæjana Guðs orð og það heiti kraftaverk að 12 ára barn sé að fræða rabbæjana Guðs orð. Það er kraftaverk. Já. En svona er maðurinn að reyna að blekkja okkur. Og við erum bara hérna á Grace Church og við erum svolítið að predika hér. Við erum að predika orðið eins og það er. Við erum ekki háðir, við erum ekki katólíkar. Nei. Þetta er ókrafar. Við erum ekki við erum ekki orthodox. Ok. Við erum ekki orthodox. Við erum ekki frá Philadelphíu. Við erum ekki baptist. Við erum ekki evangelist, eða við erum ekki Valey. Já. Þetta er sjöunda hvað heitir kirkjan hérna? Sjöundu dags aðventista. Sjöundu dags aðventista. Við erum ekki sjöundu aðventista, við erum ekkert af þessu. Nei. Við erum ekki neitt af þessu. Grace ekki. Við erum Grace og ég er Grace trúar og við Joseph Prince sem er í Singapore, við erum búin að ræða málin saman
og því ég eini maðurinn á Íslandi í Grace Church. Ég fekk að fara þar inn án þess að þurfa að fara þangað og ég var í 5 ára námi þar og við megum ekki hafa músík hérna og við geta slökkt á útsendingunni hjá okkur. Og hérna, ég talaði við Joseph Prince og þið getið heyrt á samkomu, ef þið farið á samkomu þá nefnir Mark, einn pastorinn hans, að Ísland sé í Grace Church. Ég predika náðina og ég Grace trúar og eins og Joseph tekur fram sjálfur, það er eins og í Grace Church í Singapore að við erum ekki með niðurdýfingarskírn. Við erum ekki í því og við lifum í náðinni og við erum söfnuðurinn hefur verið svolítið gagnrýndur fyrir það að við séum ekki á njánum alltaf að biðja fyrirgefningar og eitthvað svona og söfnuðurinn hjá Joseph Prince er einn stærsti söfnuður í heimi og Joseph Prince er virkilega góður og yndislegur maður og Joseph sagði við mig bara Siggi, far þú bara með þetta lengra, ég get ekki farið með þetta svona langt því að fólk er ekki alveg tilbúið til þess að taka við orðinu eins og það er og eins einfalt og það er og því fæ ég að vera með síðuna mína hér sem er Grace Church. Ég er með aðra síður líka, ég er með 2 síður og fæ að vera með mína síðu hér og með hans samþykki og fæ að fara með þetta aðeins lengra og því að hann vill að ég fari með þetta lengra og ég hef gert það að fara með þetta lengra og segja þetta bara seint út eins og þetta er og við erum auðvitað alltaf með fólk sem vill auðvitað hafa hluta fyrir sig og halda að þau séu eitthvað voðalega spes út af því að þau trúi og út af því þau trúa þá fari náunginn til helvítis. En skilja það ekki að við höfum að elska náungan eins og sjálfan okkur og það er eins og við skiljið það ekki. Þá er Guð auðvitað að segja við því að elska skaltu náungan eins og sjálfan þig og einnig skaltu elska óvininn eins og sjálfan þig. Og ef ég á að elska hann og Guð á að senda hann í helvíti samkvæmt þeirra það meikar ekki neitt. Að Guð er að segja að ég á að elska hann því hann er barnið hans og ég á að biðja fyrir honum því ykkar er Guðs ríki og allra manna er Guðs ríki. Hann dó eitt hann fór á krossinn eitt skipti fyrir öll, fyrir ykkur. Hann dó ekki, hann gaf upp
krossinum en auðvitað þegar María og þau koma þarna inn að þá stendur Jesú þar og hann fer í líkama sínum upp eins og hann upp til himna og hann kemur síðan aftur tilbaka alveg eins og hann en ef þú ferð eins og í orð lífsins þá kenna þér það að, og fleiri stöðum að þú eigir að fá annan líkama, dýrlegan líkama, auðvitað skil ég það sem að við erum búin að rotna hérna ofan í einhverju gröf hérna og þá förum við auðvitað nýjan líkama en þeir sem eru burt rifnir upp til himna, þeir fara bara í þeim líkama sem þeir eru eins og Ínúk og Jesú og þá fara í þeim líkama og þeir eru í þeim líkama og svo verið að tala um það að Guð sé upp í himnaríki með Jesú Krist við hliðina á sér sem sama persónan því Guð Faðirinn sálin sem býr í Jesú svo þeir eru einn og heilagur andi býr innra í þeim sem einn og heilagur andi starfar hér niðri og svo þeir eru allir þrír starfandi hér niðri sem ein persóna en þetta verið að reyna gerði 1054 til að reyna sundurliða þetta væri einhverjir 3 partar Það er rétt. eins og ég heyrði eina útgáfu af því að Jesús sem fekk lyklana að Heljum og Paradís að nei, það var heilagur andi sem fekk það en ekki Jesú. Það veist, fólk Alveg sko, það sem maður heyrir bara. það sem maður heyrir og það sem kemur úr þessum kúltúrsöfnuðum það er alveg svaðalegt. Það Það er svoleiðis, sko. Það er ruglað mikið hérna og bullað en Guð gaf okkur visku og þetta er mjög einfalt Já. og eins og ég nota alltaf þetta keep it simple stupid Einmitt. og Alltaf. ég er bara heimskur við erum bara þessi hérna bolli hérna sem heilinn okkar Já. en við getum ekki komið í þennan bolla öllu hafinu sem Guð. Svoleiðis að hann lætur bara í bollan það sem okkur gott og gefur okkur visku til þess að skilja og við höfum allan skilning á þessu Já. og við erum búin að sjá hvað þeir eru búin að eiga mikið orðið okkar og þið getið alveg þetta 1800 farið bara 1800 eitthvað og þá sjáu þið þegar þið voru að eiga við orðið og farið á undan því og sjáu þegar Lúther átti við allt orðið Já. og gerði það sem hann mátti ekki gera Akkurat. eins og Júdas Makkabeus hann segir 165 árum fyrir Krist þá fór hann og sendi helvið sitt til að verja frelsa Jerúsalem og hann gerði það og gyðingarnir sem voru með merki á sér þeir dóu þar og Júdas Makkabeus var að biðja Guð vægðar yfir þeim og Guð fór þarna
á þessum degi að vetri til Jesú Kristur og er að biðja á þessum degi og þessi dagur er 25. desember sem hann er að biðja á þessum degi og þá er hann að biðja fyrir þeim í virðingu við Júdas Makkabeus sem fór og svo eyddi Guð 70 árum eftir Krist þá tók hann hvern einasta stein af Samúel musteri sem er í Jerúsalem og eyddi því. Það er ekkert musteri Salomons í Jerúsalem. Því var eitt 70 árum eftir Krist. Og það er tekið fram stein fyrir stein. Svo ég veit ekki hvað þeir eru að kissa þar. Einmitt. Og Tómasarguðspjalli, eða ekki? svo getum við, já, Tómasarguðspjaldi, farið í Þetta er Tómasarguð, þetta að finna á netinu, sko. farið í Tómasarguðspjall og farið í í Dómenikbækurnar og það Dómenikbækurnar eru fleiri en í Lúther. Dómenikbækurnar eru fleiri þeir eru 76 í katólsku biblíunni og heita Dómenikbooks. En það eru bara 7 í Lúther, en þú getur fengið eina biblíu sem var gefið út var hann ekki 2017 eintakið. Það var ekki alveg. Það er samt alveg hægt að finna þetta á netinu. Við fundum Já, þetta. við biblían sem þú gafst mér sem ég tók hérna. Keypti henni í Fíladelfíu, þannig jötunni. Jötunni, í Fíladelfíu. Þar eru 11 minnir að segja 11 Dómenikbækur eða Afríkubækur. Það er 11 rit þar. Já. Og þá sérðu það eru 77 rit. Svo getur við farið í egypsku biblíuna og þá ferðu 80 og eitthvað rit og þá færðu Ínúk. Þá færðu Ínúk-ritið og þessir Lúther pastorar hafa verið rosalega mikið að láta út á egypsku biblíuna og það er bara þeirra og þeir eru svona þeir segjast vera einhverju voða skolarar og eitthvað svona. Þetta er bara, þú veist, það var einn hérna sem kosti eitthvað á Joe Rogan þátt og hann heldur að hann sé ungur strákur og heldur að hann bara hafi allt á hreinu. Og ég hlusta á hann og hann er alveg, hann er ekki alveg með þetta á hreinu en það er bara svoleiðis en það vilja allir vera út af því að þeir komast einhvers staðar á Joe Rogan og þá halda þeir séu með það. Þeir séu eitthvað yfir aðra hafnir.
Nei. Já, örðari, þú veist, það hægt að komast í rosalega gömul rit. Það 1350 biblía, það biblíur Já, það ekki. Það það sem Rómverjar tóku út úr reikningunni. já, það alveg eins og þegar þú tekur hvað aftur keisarinn nei, keisarinn sem var uppi sem gerir biblíuna. Ég man aldrei. Þeir voru 2 keisarar og hann lét systir hennar. Ágústínus. Nei, það annan. Það bara keisarinn sem að gerði keisarinn sem gerði biblíuna og þeir voru 2 keisarar sem voru ráðandi og hann vantaði kristnaliði til þess að fá yfir í sinn her og þá sagðist hann á brúnni að þegar hann var í bardaga þar að hann hefði séð Guð en þegar þú ferð og pælir í merkinu sem Rómverjar voru með að þá voru þeir með út af því þeir voru með Júpiter og allt það þeir voru Konstantínus. já, Þetta allt á hreinu. Konstantínus gerði Nýja testamentið og þeir voru 2 keisarar og þeir splittuðu þarna á milli og Konstantínus á brúnni og hann í stríði þar og þar segist hann að sé Guð en merki sem Rómverjar voru með stóð Sun God. Sólarguðinn. Já, Ok. Sun God og þegar hann breytti yfir í og svo þegar hann breytti yfir í að hann væri orðinn kristintrúar þá sett hann bara Son of God á milli. Son of God, það stóð bara Son God, hann lét bara Son of God inn í milli. Alveg ótrúlegt, sko. Þetta Ekki ótrúlegt, þetta bara svona, þetta staðreynd bara. Þetta staðreynd og hann lét systir sína giftast hinum keisarunum og svo í skjóli myrkurs þegar allt var orðið gott í Róm, þeir skiptu veldi á milli sín, að þá fór hann í skjóli myrkurs og fór síðan og drap systir sína, öll börnin hennar og hinn keisaran og drap þau öll og þetta maðurinn sem gerði Nýja testamentið með orthodox og þetta maður af Guði? Alls ekki. Röðar, þetta maður af Guði? Röðar, hvað segir það? Telur þú þetta mann af Guði að fara að drepa systir sína og börnin hennar og mannin hennar til þess að fá öll völd? En þetta sannleikurinn, þetta sagan. Þetta saga Biblíunnar. Síminn okkur bara sló, sko, það málið. Já, þetta bara... Það kemur oft að koma upp í 3 tíma, veitu. Já, veitu, þannig að bara Já, mann eftir að hafa lesið þetta en vissi ekki að það væri sami
var samaður og gerði Biblíuna. Biblíuna. Já, en þetta bara sannleikurinn og við eins og byrju, Já, þetta gerist alltaf. byrju aðeins, Já, þetta síminn minn. nei, minn. Já, byrju. Byrju. Já. Það var svo hreinu hérna. Þetta er gamli síminn. Já, Örvar, þetta er nefnilega, sko, það er með, Yfirhöndra hvað rit væri í henni. já, hann fekk auðvitað þá 80, hann fekk 80 manns til þess að, sem voru orthodox og annað og voru dett út síminn. Já, það er alltaf hefur komin í 3 tíma. Það gerist. Það gerist. Afsakið. Það er bara... Byrju aðeins. Já. Verið þetta sagt var með yfirhöndra hvað rit var í henni. Já, hann fekk það hjá orthodox og gerði það með 80 kristnum mönnum og skólurum til þess að gera þetta. Þetta er rosalega grimm saga og það var það dett út. Ég veit, bara på 3 tímanum þetta gerist ekki. Þetta er grimm saga. Já. Þetta er mjög grimm saga. Svakalega grimm, sko. Og eins og Örvar, Guð segir, engin maður er góður maður. Engin maður er góður maður, Guð segir það, Jesús segir það og því hefum að passa okkur hér og við, eins og mitt hlutverk er bara það að Guð lagði á mig að verja orðið. Já. Amen. Og ég er bara hér ásamt fleiri öðrum að verja orðið að Guð er ást og Guð dæmir þig ekki eins og þeir eru alltaf að reyna að halda á þig að Guð dæmir þig. Þú munt fá Guðs dóm. Það er engin dómur. Og þegar hann segir okkur elska skaltu náungan eins og sjálfa þig og einnig skaltu elska óvininn eins og sjálfa þig og það þýðir það að það er engin dómur yfir okkur. Nei. Það er engin dómur yfir okkur og því að hann elskar okkur eins og við erum. Amen. Og ég ætla að fara með hitt hérna. Já. Það er að dett út hérna. Hún er komið það langt. Og svo var það mjög lengi á. En það er bara gaman, Það er skemmtileg samkoma fyrst mér. Og Örvar, ég get farið alveg inn í alla sögu Biblíunnar. Það hringdi Sigga og fræðist helmingin. Hvað er kaffi? Þú verður bara, ég er búinn að læra mikið og ég hef alltaf eins og ég sagði, ég svaf ekki í 22 ár svo ég var bara að læra í 22 ár þegar ég gæti ekki sofið. Já. En þá lærir Nei, þú ert samt, nei. Núna kennur Nú kenni ég. Já, núna kennur Nú kenni ég. Og það er leiðilegt með þetta Facebook, það er að dættum út. Ég hafði 22 ár til þess að, út að ég svaf ekki og svo ég hafði bara 22 ár í að læra. Og mér langaði að læra allt, ég vildi vita allt og ég elska mannkynssögu. Já. Já.
Og nú ætlum ég að fara með vola þetta, sést þetta eða Nei, bara veit það ekki. taktu þetta í burtu þarna, taka í burtu, það getur verið, Bara gera svona og svona. Prjóða þetta. Það er kannski, maður sjá, tengingar. Jú, það var að vera í lagi. ok, Alltaf að vera í lagi. ok, komið, Já, ok. svona. Ég hafði bara 22 ára hérna í rúminu að hlusta bara á dokumentari út að ég svaf ekki í 22 ára, ekki eina mínútu. Nei. Ég var með sjúkdóm og ég lærði bara og lærði. Já. Guð hjálpa þeim sem ég elska eins og mig. Já, hann hjálpa þér út af því hann elskar þig. Amen. Númer 1, 2 og 3, hann elskar þig. Amen. Það er ekki að þú elskir hann, Nei. það er út af að hann elskar þig. Amen. Við erum bara vitlýsingar. Æ. Við erum bara vitlýsingar og eins og Guð segir, engin maður er góður maður og ekki vera að líta upp til okkar, en Guð leggur okkur oft á hjarta að hafa þetta einfalt Já. og hann gefur okkur visku til þess að koma því áleiðis. Já. Og við eigum að gera það. Við eigum bara að koma þessu áleiðis. Við erum ekki að, þetta ég segi, þú veist, allir eiga Guðsríki. Hvað sem þú ert múslimi eða hindúismi eða hvað sem þú ert. Himmi. Þú ert Guðsríki. Og ég geti bara ímyndað mér það örvar að við varum alnir upp einhvers staðar í einhverju múslimalandi og við varum 9 ára gamlir og við myndum bara heyra við fyrir mömmu okkar að pappa bara löpum með fullt af dínamiti inn í næsta söfnuð og sprengjum hann í tætlu og þá myndi allir elska okkur. Og við varum aldnir upp við það og þá er ég nú hræddur það að við varum nú fljótir að labba þar inn og springa okkur í tætlur því að við myndum sko alltaf það að við varum sko að gera rétt. Siðferðislega. Rétt. Og það er bara svoleiðis. Jep. Það sem við öllumst upp við og það verður okkar sannfæring og trú. Í Jesú nafni, amen. Jesú nafni, amen. Og ég nú ætla ég að fara með frelsisbænina hér á íslensku og hafið þessu orð eftir mér og Já. engar skuldbindingar í þessu. Nei. En Guð lofar að koma með Faðirinn, Soninn og heilagan anda inn í þig. Og hjálpa þér og þú getur haft samfélag við hann. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinu fyrir syndi mínar. Ég trúi að hafi dáið á krossinu fyrir syndi mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að það risu upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar ég bið þig að fyrirgefa mér alla syndi mínar og þvo mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóðu þínu. Hreinsaðu hjarta mitt, Hreinsaðu hjarta mitt, endurnýja anda minn endurnýja anda minn og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. og gerðu mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, Frá þessum degi vil ég að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt er ég ný sköpun
að fyrir blóð þitt er nýsköpun, fyrirgefinn, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskaður af þér. og elskar að þér. Í Í Jesú Jesú nafni, amen. Ertu velkomin í Guðs ríkið, Já. þú sem áttir þessa bæn. Amen. Þá tilur í kirkju hans og líkaminn þinn er musteri hans. Já. Því hann býr innra með þér og það er ekki hús. Því húsið hans er líkami þinn. Í Amen. Jesú nafni, amen. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. Og nú ætla ég að fara með þetta á ensku. And you who are listening, I'm going to have the salvation prayer and you can keep this for yourself. There are no obligations to be Christian. And you can do with it what you want. If you want to have it private, you just have it private. Yeah. But you're gonna have the opportunity now to have a relationship with God. And God is gonna answer your prayers. Yes. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins, And that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' Jesus' name, name, amen. And now, your body is the temple of God, Yeah. and be welcome Yes. to the kingdom of God. Hallelujah. And Amen. now you are the part of His church, Yes. and He lives inside you, and He is gonna help you, and you can talk to Him whenever you want, and He's gonna help you. And may these words be a blessing to you. And we are gonna end this, like always, on the prayer that God taught us. Yes. And we have the original prayer, the old one, not the Luther one. That is, He doesn't lead us in temptation. No. He holds us from temptation. Yeah. I'm gonna go with it in English first. Yeah. Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom come. thy will be done, Thy will be done on earth as in heaven. on earth as in heaven. Give us our daily bread, Give us this day Our our daily daily bread. bread, and forgive us our debts, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. as we forgive our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it. so that we may stand against it. But deliver us from evil. But deliver us from evil. For then is the kingdom, For thine is the kingdom, the power, the power, and the glory and the glory, forever forever and ever. and ever. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. On this beautiful Thursday. Yeah. Á þessum yndislega fimmtudegi, ég veit að við fórum svona smá yfir tíma, en Já, já. það er bara gaman að því. Ég
er alltaf gaman að svara spurningum og Smá hræslega hérna. hérna Oh my. hafið spurningar. Það er hérna, þá er ég alltaf gaman að svara þeim. Já. Og Jöp. og það er ekki eins og ég hafi ekki farið í gegnum sögu Biblíunnar og ég elska sögu og ég þekki sögur trúarbragða og annað og hef lært mikið af trúarbrögðum og þurfti að gera það til þess að geta boðað trúna mína því að þegar maður er að rökræða við önnur trúarbrögð að þá er eins gott að maður viti trú þeirra og geti bent á hluti sem stangast á við trú okkar. Og það er það sem við lærum með því að læra Kóraninn, læra Móse Jehóva, læra mormóninn, læra hindúismann, læra TM, læra allar þessar kúltúr, safnaðar áherslur sem við verðum að koma með fram sem stangast á við orðið og því Guð er í fyrsta sæti hjá okkur og við elskum ykkur og við höfum bara eitt markmið að það er að senda ást Guðs til þíns og visku Guðs til þíns. Í Jesú heila nafni. Amen. Og einn yndislegan þriðjudag. Have a wonderful Thursday on this beautiful Thursday. Amen. Yeah, amen. Yndislegan fimmtudag og allir segja Amen. Amen. Yndislegan fimmtudegi. Það byrja að fæður öðru snöggum. Já, við slóðum. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Og við sjáumst á morgun á Greiðskjöld Daily Bread og takk fyrir að vera hér með okkur. Þið eru okkar kirkja og þið eru okkar hópur. Og ef það eru spurningar, sendu okkur skilaboð og svo sem það, ekki vera feimin. Ekki vera feimin og Don't be shy, send us message. Og við munum svara spurningum. Gleðilega páska, já. Já, gleðilega páska. Við Og eins og við segjum, þetta er stærsta. Þetta er mikið stærri veisla en jólin. Já, þetta er það. Sem páskarnir eru. Því páskarnir eru gleðifréttirnar sem hann færði okkur og færði okkur náðina
Já. og þetta stærsta athöfn sem kristnir menn geta haldið og Já. því skrítið að þessi hátíð skuli ekki vera stærri en hún Já. og því að hún á að vera mikið stærri Já. en eins og jól. Það rétt. Því þarna kemur náðinn. Og þarna kemur náðinn og Men. hér ætti að vera eins og hér ætti að vera hátíð sem að gjafa og fagnaðar Þakklæti er svona. Já, Já, er það ekki? Já, þú meina það. Já, ég skil. það ætti að vera mikið stærri heldur en Akkurat. mikið stærri en jólin. Ætti eiginlega að snúa sér svolítið við. Það ætti að snúa þessu við Já. og það er til að halda upp á jólin sem Já. fögnuður Fæðingu drottins. Nei, Guðs. En við vitum ekki ákveðat hvenar Guð fæddist en eins og í orthodox þá er það 8. janúar. Já. 8. janúar þá halda orthodox og það er frumkirkjan og þeir halda 8. janúar upp á jólin en það er bara eitt sem stenst ekki í sambandi við tímasetninguna. Það eru lömbin. Já. Lömbin fæðast ekki á þessum tíma. Nei, það réttir þetta. Fólk veit hvernig réttir það. Já, lömbin ekki fædd á þessum tíma og það bara stenst ekki við tímasetningu sem er að segja þarna jólin. Bara svona smá ábending til ykkar að það er gott að vita sögu og vita hvenær lömbin fæðast. Og þá sjáu þið það að hér stangast á við. Ekki lömbin svona á öðrum tíma fæðast? Jú, þurfa það. Já. Ekki á þessum tíma. Nei. En þau voru að fæðast þarna. Já, þau voru að fæðast þarna. Amen. Bara, já. Njótið en það skiptir ekki máli. Guð vill að við njótum og við eigum ekkert að vera að flækja fyrir okkar einhverjar dagsetningar. Nei, má. Dagsetningarna skipta ekkert máli. Það er bara að við höldum upp á frelsarann okkar og það er það sem skiptir máli. Amen. Skiptir ekkert á hvaða degi það er. Nei. Það er bara svo lengi að við höldum hann hátíðlega. Já. Og Guð blessi ykkur á þessum yndislega fínum degi. Við hittumst á morgun á föstudaginn langa. Það er stór dagur. Elska þig. Elska þig. Fallega Og minn. munið, við elskum ykkur. Já. Og njótið. Og njótið. Já. Sjáumst á morgun. Við sjáumst á morgun. Bye bye. Föstudaginn langa. Elskum ykkur. Love you. Bye.